Jæja, þá klukkan orðin 12 og við ætlum að hefja þennan hádegisfyrirlestur í dag. Bara verið hjartanlega velkomin hingað í Þjóðminjasafnið og á þennan þriðja fyrirlestur haustmisseris, núna haustið 2017. En þessi fyrirlestrarröð, hún hérna annan hvern þriðjudag og það hægt að sjá dagskrána á vefsíðu safnsins og það bara þjóðminjasafn.is og viðburðir framundan og það hægt að sjá bara alla dagskrá safnsins. En þessi fyrirlestrarröð, hún á þessu haustmisseri tengt sýningadagskrá safnsins og næsta fyrirlestur heldur hann Guðmundur Ingólfsson, ljósmyndari, sýninguna á eigin vegum sem opnaði núna í myndasalnum í september. En hingað í dag komin Ásdís Kallmann, hún myndlistarmaður og myndlistarkennari og hún leiddi verkefni sem kallaðist Börn á flótta og það var að mörgu leyti tengt sýningarverkefni sýningar sem stendur ennþá í Bogasalnum, upp á annarri hæð, Ísland í heiminum, heimurinn í Íslandi, sem fjallar svona tengsl Íslands við önnur lönd og hvernig hugmyndir og fólk ferðast á milli landa. En þetta verkefni, Börn á flótta, það var unnið í samstarfi við Rauða krossinn á Íslandi og Þjóðminjasafnið líka og þessi sýning hún opnaði á barnamenningarhátíð bara núna í vor. Og verkefni það byggði á myndlistarsmiðjum sem voru haldin fyrir börn og börn og unglinga og svo var sýningin þarna Börn á flótta, hún var sett upp í tunnunni í Þjóðminjasafninu og þetta voru teikningar barna á flótta, flóttabarna. Hún Ásdís, hún ætlar að fjalla í dag svona aðdraganda sýningarinnar og smiðjurnar sem haldnar voru í húsnæði Rauða krossins og síðan sýninguna í Þjóðminjasafni. Og ég bara bendi ykkur á að í lok fyrirlestursins þá ykkur frjálst að spyrja spurninga og það var bara einfaldast að rétta upp hönd og tala hátt og skýrt. Og síðan vildi ég bara í lok fyrirlestursins bjóða ykkur öllum að skoða sýninguna í Boðasal, Ísland í heiminum, heimurinn í Íslandi. Þannig að getum bara gengið saman á eftir. Annars það bara að bjóða Ásdísi Kallmann velkomna. Gjörðu svo vel, Ásdís. Já. Takk fyrir að bjóða mér. Ég er komin til að segja frá aðdragandi á sýninguna sem var núna í vor og eins og hún Inga var að segja frá þá var ég samstarfi með Rauða krossinn og Þjóðminjasafnið og ég hef unnið nokkrar sýningar í sambandi við barnamenningarhátíð undanfarin ár í sambandi við skólann sem ég að vinna í sem heitir Ingólfsskólann. En núna 2016 og 2017 var ég í mastersnámi í Listaháskólanum og mér vantaði verkefni til að fjalla og það var aðdragandi bara þannig að mér var beðin að tengja aftur að taka þátt í sýningunni barnamenningarhátíð og tengja gjarna við sýninguna sem einmitt Íslandi heimurinn í Íslandi. Þegar ég fyrst var ég ekki að viss hvort ég ætla að gera þetta af því ég var í leyfi frá skólanum en svo fekk ég kynningu frá Rauða krossi í Listaháskólanum og það var kynning aðstæðum hælisleitanda og það fekk ég að vita að börnin eða bara fólk yfir höfuð hafa ekkert að gera allan daginn. Eina sem þau hafa í fastu punkti það opið hús á miðvikudögum og það boðið upp á matur og hitta hvort annan en það allt og sumt og mörg börn búa bara eitthvað gistihúsnæði sem engan veginn áætlað fyrir börn. Þau hafa nákvæmlega ekkert að gera, foreldrarna kannast ekki heldur við pláss til að leika sig, það þekkir ekki til þessi leiksvæði eins og við sem eigum heima hér gerum. Í kjölfarið skrifaði ég náttúrulega ritgerð þetta en hún fekk heitið Börn í tómarúmi. Já, ég er sem sagt listakona og listgreinarkennari og áhuginn minn á málum flóttamanna það hefur búin að fylgja mig alla tíð. Ég fædd alin upp í Svíþjóð og foreldrar mínir voru Íslendingar
En já, ég sem sagt, þannig ég alst upp sem innflytjandi og í Svíþjóð þá voru fólk mjög, Svíþjóð alltaf tók alltaf á móti flóttamönnum. Hvert einasta skipti sem það var eitthvað í gangi út í heiminum, þá sáum við fólk koma bara hálfu ári seinna. Og við erum að tala fólk frá Chile, frá Suður-Afríku, Palestínu, Íran og Írak. Þannig að þetta var bara partur af daglega lífinu, að taka þátt í umræðuna og vera meðvituð hvað var í gangi. 2008 þá var mér búin að setja upp innsetningu í Norræna húsið. Hún átti að vera með loftslagsbreytingar og þá datt mér í hug að búa til ísbjörn sem fékk heitið Ísleifur og það náttúrulega heitið Leifur Eiríksssyni, landkönnuður. Og fyrir mig var þetta tákn fyrir aukustreym flóttamanna til landsins. Og þeir eru alveg eins og ísbjörnið, þetta ástæða fyrir að koma hingað, það náttúrulega afleiðingar loftslagsbreytingar. Þannig að fólk, eins og við vitum alltaf vandar vatn og það væri stríð vegna vatnið og eins á Grænlandi, það er náttúrulega allt að melda þar til svona vantar mat og já, þið vitið þetta. Form ísbjarnarins eins og ísjakki og það var einmitt, ég segi það að oft sjáum við bara yfirborð vandans en ekki rót hennar og þess vegna var hann svolítið klunnalegur og þetta allt gert umbúðir úr matvörum sem hefur verið flutt inn frá heitum löndum og komið hingað með flugvélum. Ég klæddi hann í lopapeysu sem var rífin og þetta er náttúrulega bara verið táknrænt, hann að reyna að falla inn í umhverfið eða getur ekki. Við setjum horn á hausinn, þannig að var að reyna líkast kind. Og það er náttúrulega bara eins og maður gerir þegar maður er að flytja einhvers að maður reynir að falla inn og finnst maður sjálfur líka að standa upp og vera öðruvísi. Seinna sama ár var náttúrulega efnahagsleg hrun eins og við vitum öll og kjölfarið var mikil umræða siðfræði og gildi bæði skólum og þjóðfélaginu heild. Ég var svo heppin að fór námskeið hjá Kristín Helga Gunnarsdóttir. Hún var með sýningu sem hét Orminn langa minnum í Gerðubergi og það var hún einmitt að tala að það væri hægt að vinna með þjóðararfið okkar sem bókmenntum og aðalega þetta nútíman okkar. Og þessi bók Hávamál náttúrulega svo skemmtilega því að boðskapur einmitt hófsemd, yfirvegun og samskipti. Og fyrir utan það náttúrulega ríklega myndskreytt þannig að það hægt að túlka alla myndinar og hefja umræði með börnum sem að lesa bókum fyrir. Og síðan þá hef ég lagt mikla áherslu að ræða samfélagsleg mál í kennslu. 2012 þá var verkefni í skólanum sem ég er að vinna í sem hét Hávamáli í fortíð og nútíð og þá vorum við að vinna með öll þessi gildi sem koma fram í Hávamálum og við vorum, allir lýsgreinakennarar vorum saman að vinna við lýsgrein aðferðum til að skilja tengsl Hávamáls við eigið líf og samfélag. Því það náttúrulega rosalega mikið góð og skemmtileg gildi sem koma fram þar. 2016 þá renna aftur flóttamenn mikið umræðan og þegar maður starfar sem kennari þá heyrir maður ýmislegt sem börnin að segja og það meðal annars heyri að börnin voru að tala að þeir voru hræddir við flóttamenn og fyrir þeim var þetta sama sem terroristar og sumir strákana voru að tala vildi bara drepa þeim og þetta kom mér virkilega óvart að því ég kannast ekki við þessu umræðu hér á Íslandi en víst þetta var, við erum að tala 7-8 gamlir strákar að tala þetta. Það fannst mér bara, bara komið tími til að tala þetta. Þannig að það fór nokkra tímar í það að bara að tala af hverju flóttamenn vera flóttamenn. Það er ekki bara að því bara, heldur þetta allt tengist, bara þessi loftslagsbreytingar og stríð og allt þetta. Og enn og aftur reyndi við að nota Hávamál og finna gildin og við komum fram til að gildin átti að vera vináttu og gestrisni og að því ég er myndlistarkennari þá náttúrulega vildi ég sjá eitthvað verkleg útkoma og við komum okkur saman að búa til skálar
Og af hverju skálar? Jú, það er því yfirleitt þegar við fáum gesti, þau að reyna að bjóða upp eitthvað, annarkvæmt matarkyns eða að drekka eitthvað. Og þetta er náttúrulega bara ævigömmul hefð hjá okkur að jafnvel að drekka úr sama bikar eins og var gert á miðöldum og láta öllum gestum drekka úr sama bikar. Og enn og aftur var unnið bara endurunni pappir. Sumir nemendur horfðu bara nærri sér og vildi bara búið til skál, þannig að öll fjölskyldan gæti saminast í bara poppúrinni. Einhver strákur breytti skálinn sín í bát þegar fór til Noregs til að geta heimsótt frændum sínum. Þriðja nemandinn vildi búið til breytti skálann í flugvél, setti vangir til að geta heimsótt pappa sinn sem bjó erlendis. Þannig að það var svona ýmislegt sem kom í ljós með aðstæður barnanna. Einn nemandi vildi búa til skál sem átti að vera sérstök af því að það kom í ljós að mamma hennar og amma hennar mátti ekki hitta hana oft, þannig að hún vildi hafa ein skál sem var notuð þessi fáskipti sem hún hitti mömmu sína. Þessi skál er náttúrulega uppáhaldi hjá mér, af því mér finnst hún kristallisera nákvæmlega hugmyndan gestur í snei og vínátta. Hann setti fætur á skálan sín, kíkir til að fara að leita vinir og rafmagnsinstunga til að tengjast öðrum. Áður en ég fór að byrja á þessa smiðju, þá fór ég að kynna mig bara almennt hvernig ástandi fyrir hælisleitandi börn, ungmenni. Og það kom náttúrulega í ljós að það er lítið reynsla hér á Íslandi eins og við vitum, miðað við önnur Norðurlönd. Það er eins og við vitum það er gríðarleg aukning umsókna og á Íslandi 4/5 hælisleitandi eru börn. Börnin hafa sjálf ekki valið að koma hingað og stundum er Ísland 3. eða 4. landi sem koma til. Og það getur tekið marga mánuðir fyrir barn að fá skólavist. Við erum talað upp alveg fyrir 6 mánuðir. Og þar á milli eru bara heima í einhver skýli með foreldrum sínum sem eru oft mjög taugatrekktir, tunglyndir, með mikið kvíða sem börnin er líka með sjálf. Þannig það er lítið uppbyggilegt í gangi fyrir börnin með að bíða. Og það ræðilegasta er að börnin vita oft að þau muni ekki fá hæli en haldi í vonum. Þannig að þetta er eitthvað svona leikrit sem er oft í gangi, eitthvað foreldrunum þykjast vona en þau vita í raun og vera að það er ekki von. Listasmiðjun sjálfar, það var alveg mjög skýr markmiðin. Það var að skapa aðstæður fyrir börnin að tjá sig í myndrænu formi, náttúrulega án orða. Það var líka mjög skýrt að þeim var búið að taka þátt í barnamenningarhátíð með því að setja upp sýningu í safninu. Og það þriðja var að finna leið til að gera börnin sýnileg og gefa smá innsýn í hagi þeirra og vekja áhuga og bara almenn umræða málefni barna flótta. Og svo er það svo skemmtilegt að stefna Þjóðminjasafnsins er að blanda sig í þennan umræða málefni sem er í brennidepli í hverju sínu. Smiðjunni sjálfar, það tók svolítið á. Ég náttúrulega er að starfa sem kennari og þá er maður með ákveðin rými, maður með ákveðin reglum, maður getur tjási, maður getur útskýrt vel. Þarna fór smiðjuna fram í húsakynni Rauða krossins, í lítið fyrirlestrasalur sem var fyrir innan matselin hjá starfsfólkið. Það er mjög sérstakt því að það er sem sagt opið hús, milli 4 og 6. Smiðjunum átti að vera milli 3 og 4 en að því það er svo gríðarlega mikið af fólki sem koma og það er náttúrulega ókeypis matur, fólk kemur mjög snemma. Og ég var með einhver vestan hugmyndum að ég átti að vera ein með börnin og þannig myndi ég reyna að ná samband við þeim og reyna að skapa einhvern frið og nánd. En það kom bara strax í ljós að börnin gátu ekki verið fjarri foreldrum sínum og hins eina foreldruna urðu að sjá börnin sín allan tíman. Það var mjög ábyrjandi að það var mjög lítið úthald í börnin, þannig að það var mikið ráp allan tíman. Þannig ég vissi ekki alveg hvort börnin var búið að klára að tekna eða hvort hann ætlaði að koma aftur. Og ég var náttúrulega með einhverju hugmyndir að börnin áttu að gleyma sig smá stund og láta mig líða vel.
en samtímis náttúrulega ég er kennari og ég átti mjög erfitt með að skila það hlutverk fyrir aftan mig. En svo fannst mér líka mjög erfitt að velja verkefni við hæfi. Því ég náttúrulega, ég vildi ekki vekja upp einhver sár, hugmyndin var fyrst og fremst að láta hann líða vel. Þannig að það var, já, mikið pælt í hvað verkefni ég átti að nota. En það sem var fyrir vali var frjálssköpun, það var allan tíman, þrátt fyrir eitthvað ákveðið verkefni átti að vera í gangi, það var alltaf frjálssköpun. Hugmyndin hjá mér var að búa til sameiginlega mynd af jörðinni, eitt skipti átti að búa til grímu og sjálfsmyndir. Og fyrir mig sem starfandi myndlistarkennari þá fannst mér að þau áttu eitt sameiginlegt og það var það átti erfitt með að klára myndina eins og maður myndi finnast venjulega. Já, svo líka bara, svo kom náttúrulega upp aðstæður sem kom bara mjög óvart eins og að daginn sem ég ætla að láta krökkunum búa til sjálfsmyndir, það var 8. mars og það er mæðradagurinn í flestum löndum sem eru á Balkanskaganum. Þannig að börnin vildi bara búa til kort til að gleðja mömmu sínar, sem náttúrulega var bara fínt og maður gæti láta það lítir og kort, pakk brauð til að búa til kort, en ég var sjálf svolítið stressuð að ég var með einhver hugmynd að ég ætla að láta það gera, gekk ekki alveg upp. En náttúrulega, ég ætla bara að segja ykkur nokkur dæmi hvað kom upp. Hérna er mynd sem var búin til, það var frjálssköpun. Og fyrst þegar ég sá hana þá var ég bara svo glöð og hissa því mér fannst það var svo bjart og lítir og ég held hann átti afmæli, ég tók eftir blöðru. En ja, þessi strákur hann skildi smá ensku og hann sagði "It looks nice but it was a terrible day". Og þegar ég fór að rýna betur í myndin þá tók ég eftir það er engin lífandi vera á myndinni nema hundur sem er bundinn við hundakofan sinn. Í bátnum sem er þarna uppi, það er engin manneskja í bátnum. Það er engin, og það lengst uppi hægri hornið er lítill fjörhyrningur, það sem stendur Æsland undir. Þannig mig grunar þetta hefur verið daginn sem var ákveðið að fara til Íslands, að láta flýja, að fara að flýja. Þetta er líka önnur mynd sem var tilgerð þegar var frjálssköpun. Þetta var 6 ára gamall strákur. Já, ég náttúrulega gat ekki spurt hann beint þannig hvað þetta var, en ég leyfi mér að tóka þetta þessi bomba með glerbrotum og svolítið áhugavert það er ekki hurð og það er enga vegur að húsinu lengur og svo einn gluggi sem er alveg tómur, það er ekkert þarna inni. Og það var líka svolítið sérstakt með þennan strák, hann talaði smá frönsku, þannig get að spurt hann, ég var að spyrja frá hvaða land hann kom og hann gæti ekki svaraði. Þannig það bara skildi að hann alltaf hefur verið að flakka milli nokkur landa og hann vissi að tala smá frönsku og það hefur verið þar áður en hann kom hingað. Já, ég náttúrulega ekki sálfræðingur og ég ekki listmeðferðarfræðingur og þegar maður að tólka mynd hjá börnum þá þarf náttúrulega að vera, maður þarf að tala og spyrja sem ég var ekki með hér en ég leyfi mig samt að tólka myndina. Þessi strákur var mjög glaður að geta búið til íslenska fánan og hann var nýbyrja í skóla en ég leyfi mig að tólka það að það er ekkert annað. Kringafána það er ekkert land, það er bara lítið spotti, mjög veik, bara spotti sem heldur í fánan. Þannig þetta var allt svona óljóst í kringum hann. Þetta er verkefnið þar sem við vorum að vinna með á jörðinni og það var skorið út bútar og börnin átti myndskreita og enn og aftur ég er náttúrulega reyndi að tala við með ensku, það var sjálfboðaliðar frá Rauða krossinu, sumir talaði arabísku eða önnur tungumál og gátu útskýrt og stundum gæti ég talað við eitthvað smá ensku og hún útskýrði fyrir öðrum en aftur ég náttúrulega veit ekki hvað hún sagði raun og verið, hvort hún var búin að ná það sem ég var að segja. Þannig að, en já, það var samt gott að hafa eitt sameiginlegt. Einn dagur var svo heppilega að hún var á öskudegi, þannig það var náttúrulega tilvalið að vera með að búa til grímur og það var skemmtilegast skipti fyrir mig
Ég náttúrulega var alltaf rosalega stressuð hvert skipti. Ég vissi aldrei hvort fólk myndi koma og já. En þarna gat ég séð að börnin voru að leika sér og það var það sem var líka gott það var reyndar mikil umræða þegar sýningin var sett upp bæði hjá Þjóðminjasafnið og Rauða krossinu hvort var það virkilega leyfa okkur að vera með ljósmyndara börnin, en það var það sem hefði mest áhrif á sýningargestin. Það tókuð eftir að þetta voru bara venjuleg börn, bara eins og Jón í næsta húsi. Þetta er bara börn sem vilja leika sér, þetta er ekki terroristar sem vilja drepa neitt. Svo var komið að sjálfsmyndir. Þannig að það var svolítið mikið af eldri stelpum, á milli 11 til 14 ára, og það var greinilegt að þeir voru vanir að teikna sjálfsmyndir. Mér finnst það sjálf bara mjög áberandi þessi augun sem bara starir á manni, hann fríkar tómi. En aftur þetta er náttúrulega bara mín túlkun. Í þennan hóp var líka stúlka sem hún kom frá allt annað land en öllum hinum. Hún var alveg ein, hún talaði allt annað tungumál, þannig hún talaði ekki við neitt. En það var svolítið sérstaklega með þessa mynd er að þessi stúlka vandaði sér rosalega mikið, allt sem að gerði. Hún kom nokkuð skipti, en þarna valdi hún gjörsamlega að ekki teikna mynd eða mér. Sem ég fannst bara sýna hvernig hún haga sér í hópuna og bara hvernig henni leið yfir höfuð. Og enn og aftur, núna ég tólka myndin hér. Hann er 6 ára gamall sem teiknaði þessi hringur og þetta er kannski, maður myndi halda að einhver sem er 3 ára myndi teikna svona mynd. Hann er ekki með hendur og fætur. Vinir hans teiknaði útlínur kringum hendina hans og þetta nafn er eitthvað sem kemur aftur í margar myndir. Ég veit ekki hvort það sé einhver fótboltahetja eða eitthvað, þetta er eins og Ronaldo. Margir strákar voru að skrifa þetta nafn. Og hinn myndin er eftir 9 ára gammal strákur sem teiknar sig miklu eldri en hann er. Þegar sýningin var opnuð í apríl voru bara 2 börn eftir á Íslandi. Sem sagt 40. Og ég ætla bara að sýna myndir frá sýninguna sjálfan. Hún var sett upp. Og hérna sjálfsmyndirnar sett saman. Já, þetta getur rosalega vel, en já. Hérna, já. Það sem sagt var alltaf mjög, já. Eins og segðu upphæð, ég var með markmið með sýninguna og það tókst heldur betur. Sýningin fekk mikið athygli og mikið af bæði fjölmiðlar og skólahópar sem mættu og verkefnið var vel kynnt bæði af safnið og Rauða krossinu og barnamenningarhátíð. Bara gaman að láta vita að það var skólaverkefni í Fjölbrautaskólanum Garðabænum sem fjallaði þetta verkefni. Krakkarúf mætti og í kjölfarið var kynningarfundur í Rauða krossinu aðstæðu hælisleitenda vegna fjölda fyrirspurna og svo var búið að kynna verkefni að málþingi í Norræna húsinu. Já, ég eftir að hafa haldið svona sýningu unnið svona þá er ekki með neinn ákveðin conclusion eða eitthvað ákveðið setning til að botna þessu með, en já, nema það börn eru bara börn og það er mjög mikilvægt að halda þessu umræðu upp og við þurfum að tala við börnin það sem er að gerast í heiminum og bara okkur að miklu líka við skilja af hverju sem fólk er hrætt. Það er það sem ég bara rekst á aftur með börnin sem ég er að vinna með. Og náttúrulega við megum ekki gleyma þessu börn, þetta náttúrulega við erum að byggja með framtíðina. Við vitum það að ef þeir fá slæma móttökur að það getur þróast eitthvað allt annað seinna. Sem maður veit það er mikið unnið með börnum í Norðurlöndum og í Evrópu yfir höfuð að þetta er
stór og mikil áhættuhópur. Það er upp á vanlíðan og að þetta getur orðið eitthvað miklu verið seinna. En já, þetta er það sem ég hef að segja sýninguna. Einhverjar spurningar? Já.